Góðan og blessaðan daginn, gaman að hafa ykkur með í dag. Ég ætla að byrja á því að segja við ykkur hér inni og við ykkur sem að hlusta til hamingju með daginn, mæður. Þið eru snillingar, allar sem ein og í dag er ég þakklátt fyrir, ég er þakklátt fyrir það að ég er á lífi. Ég þakka mömmu minni fyrir það. Því hún var aðeins 18 ára gömul þegar hún átti mig. Ekki kannski endilega aðstæður sem hún valdi það að byrja svona ung móðurhlutverkið. En svo sannarlega er ég þakklátt fyrir það. Í dag er ég á lífi og ég á 5 börn sem ég get státum að. Amen. Og við ætlum að syngja saman í dag, við ætlum að hlusta á Guðs orð og við ætlum að eiga samfélag saman í þessu góða veðri og þakka Guði fyrir daginn í dag. Amen. Alla daga hef ég þig að. Ætlum við að byrja á því að syngja. Alla daga ég hef þig að, þú sem leyst hefur mig. Í sárum mínum þú dróst mig að og leyfðir mér að finna þig. Alla daga ég hef þig að, þú sem leyst hefur mig. Í sárum mínum þú dróst mig að og leyfðir mér að finna þig. Og breiðum vegi myrkursins sá ég ekki neitt. Þú komst til mín og gafst mér sigr, þú ert vegurinn. Ég krýp hér beint á hné fyrir þér, Jesús minn. Ég hef fundið minn tilgang í þér, Drottinn minn. Alla daga ég hef þig að, þú sem leyst hefur mig. Í sárum mínum þú dróst mig að og leyfðir mér að finna þig. Á breiðum vegi myrkursins sá ég ekki neitt. Þú komst til mín og gafst mér styrk, þú ert vegurinn. Ég krýp hér beint á hnén fyrir þér, Jesús minn. Ég hef fundið minn tilgang í þér, Drottinn minn. Alla daga ég hef þig að, þú sem leyst hefur mig. Í sárum mínum þú dróst mig að og leyfðir mér að finna þig. Alla daga ég hef þig að, þú sem leyst hefur mig. Í sárum mínum þú dróst mig að og leyfðir mér að finna þig. Og leyfðir mér að finna þig. Sólin er yndisleg og nú höfum við sólina. Við ætlum að syngja um sólina. Frá því sól að morgni rís, þangað til hún sest sama dag, lofum Guð, já lofum Guð. Frá því sól að morgni rís, þangað til hún sest sama dag, lofum Guð, já lofum Guð. Lofum hans nafn.
sólarmorgni rís, þangað til hún sest sama dag. Lofum Guð, já lofum Guð. Lofum hans nafn, lofum nafn hans allir þjónar Guð. Lofum nafn drottins Guð. Sé hans heilaga nafn, héðan í frá og að eilífu. Lofum hans nafn, lofum nafn hans allir þjónar Guðs, halleluja. Lofum nafn drottins Guðs, sé hans heilaga nafn, héðan í frá og að eilífu. Og að Amen. Ég vil lesa hér fyrir ykkur í Filippubréfinu 1:6. Ég dró þetta orð í gær og það segir: ég fulltreysti einmitt því að Guð sem byrjaði í yður góða verkið muni fullkomna það allt til dags Jesú Krists. Amen. Það er svo gott að fá þessi fyrirheit að Guð, hann gefur okkur bara, það sem hann gerir ekki mistök. Og það er alveg, við getum treyst því að Guð sem byrjaði í yður góða verkið muni fullkomna það allt til dags Jesú Krists. Og það er gott að hafa þetta í farteskinu. Amen. Við skulum leggja þessa stund í Drottins hendur og Guð þekkir ef þið hafið bænarefni, Guð þekkir það. Og ég bið, við skulum bara leggja þessa stund saman. Guðs hendur, halleluja. Takk heilagi Faðir fyrir daginn í dag. Takk Jesús að þú ert hér mitt á meðal okkar Drottinn. Og ég þakka þér Drottinn fyrir það að þú elskar okkur nákvæmlega eins og við erum, Jesús minn. Ég þakka þér Drottinn fyrir það að hver dagur er gjöf frá þér, Jesús minn. Og ég þakka þér Drottinn fyrir það að við megum vera fullviss það að þú munt vel fyrir sjá í okkar lífi, Drottinn minn. Ég bið að blessa eitt og sérhvert okkar hér sem erum hér í dag, Drottinn, og ég bið einnig að blessa þá sem að hlusta, Drottinn. Ég bið frið þinn inn í líf okkar, Drottinn, og ég bið Jesús minn það sem ófriður mig, ég bið frið, Jesús minn, og það sem þarna slækninga, Drottinn, bið að grípa inn í og lækna, Jesús minn. Ég bið fyrir öllum þeim sem eru sjúkir, heilagi Faðir, ég bið lækningu þeim til handa, Drottinn. Ég þakka þér, Jesús minn, fyrir það að við megum leggja líf okkar í þínar hendur og þú munt vel fyrir sjá. Ég bið Jesús minn að blessa daginn í dag og vikuna framundan og ég legg hana í þínar hendur, Drottinn, og ég bið Jesús minn að fara undan okkur, Drottinn, og varvita okkur og vernda frá öllum slysum og öllum hættum. Í Jesú nafni, amen. Framundan dagskrá sem eins og alltaf bænastund á þriðjudögum klukkan 5, klukkan 8 á föstudögum lofgjörð og bæn, 8 á laugardagskvöldum unglingarnir og svo erum við hér aftur á sunnudag klukkan 11. Amen. Skulum halda áfram þessa stund og lofa saman. Guð sem skapað okkur og elskar okkur svo mikið að hann þráir að við gefum okkur tíma í lofgjörð og bæn til hans. Amen. Fórnina. Við erum að fá fórnina áður en við göngum inn í lofgjörðina.
Who am I that the highest King would welcome me? I was lost, but He brought me in. Oh, His love for me. Oh, His love for me. Who the sun sets free, always free indeed. I'm a child of God, yes I am. Realized He has ransomed me, His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Oh, He died for me. Oh, the sun sets free, always free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me.
er svo sannarlega pláss hjá þér, Drottinn. Og þú hefur nóga plássi fyrir okkur, Drottinn. Og faðmur þinn er svo stór, Drottinn minn, að þú tekur utan okkur akkurat þegar við erum svo einmana, Drottinn. Og við finnum ekki bara, við höldum við séum ein, Drottinn, en svo sannarlega erum við ekki. Halleluja. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Játum þetta út. My Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. Oh, in my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Halleluja. Takk, Jesus. Ó, takk, Jesus. Takk, Jesus. Halleluja. Jesus þig þrái, þú Guðs lamb sem lausn mín er. Krossi á þú kvalinn varst, keypti blóð þitt frelsi mér. Jesus þig þrái, þú átt nafn sem dýrlegt er. Höfuð þitt þyrnum kring, þéttan sigur sveginn ber. Heiður allan á þú skilir, ég upphef nafnið þitt. Þér ber vegsemdir og heiður hver helgar sér þér lífið mitt. Jesus þig þrái, þín ég bið sigrar að. Dag þann ljómar dyr þín öll, Drottinn þú ríkja skal. Heiður allan á þú skilir, ég upphef nafnið þitt. Þér ber vegsemdir og
minn syngur sál, dásamleg dýrð þín Jesús þig ég þrái, þú Guðs lam sem lausn mín Líf mitt færi þér að fór, sjálfan mig og gef ég þér. Syngjum það einu senn. Jesús þig ég þrái, þú Guðs lam sem lausn mín Líf mitt færi þér að fór, hrjús mig sjálfan gef ég þér. Heiður allan á þú skilir, ég upphef nafnið þitt. Þér ber vegsemdir og heiður hver, helga sé þér lífið mitt. Dásamleg dýrð þín dásamleg dýrð þín mitt hjartans lán, minn syngur sál, dásamleg dýrð þín dásamleg dýrð þín dásamleg dýrð þín mitt hjartans mál, mín syngur sál, dásamleg dýrð þín heiður allan á þú skilir, ég upphef nafnið þitt. Þér ber vegsemdir og heiður hver, helga sé þér lífið mitt. Dásamleg dýrð þín ó Jesús, dásamleg dýrð þín mitt hjartans mál, mín syngur sál, dásamleg dýrð þín og dásamleg dýrð þín dásamleg dýrð þín hjartans mál, mín syngur sál, dásamleg dýrð þín dásamleg dýrð þín syngjum við saman. Dásamleg dýrð þín mitt hjartans mál, mín syngur sál, dásamleg dýrð þín Halleluja. Ó, takk Jesús. Halleluja. Ó, takk Jesús. Takk Jesús. Halleluja. Heiður alla nátt og skilið. Halleluja.
gott að vita það að þegar hafið rís og stormur hvín svo sannarlega Guð með okkur. Og það ekki talað kannski þetta að öldurnar hérna fyrir utan rísettir inn í okkur þegar erfiðleikarnir okkar það yfirþyrmandi og svo rosalega erfiðir að við ráðum ekki við það. Þá það svo sannarlega gott að eiga frelsaran okkar Jesú Krist sem að segir: dóttir mín, sonur minn, hvað ertu að burðast með þetta ein eða einn? Það ég sem að löngu búin að sjá fyrir því að þetta mun ekki skada þig. En það okkar eigi hyggjuvit sem segir oft annað. Þess vegna gott að fela líf okkar í hendurnar á þeim sem skapað okkur. Það gera litla börnin þegar þau eru að hoppa niður, þá bara stökkva þau því þau vita að mamma eða pappi grípa þau. Það akkurat þannig með Jesú Krist að við bara stökkvum og við vitum að við erum gripin. Amen. Snorri ekki svo vel. Takk. Góðan dag, kæru vinir. Drottinn bless ykkur hennar dag, mæður. Það ekki ónýtt að geta óskað mæðrunum til hamingju með þennan dag. Ég á nefnilega nokkuð margar mæður. Það náttúrulega fyrsta móður mín sem að mig bar í þennan heim. Svo á ég eiginkonu sem var móðir margara barna minna, allra bara. Ég á ekki fleiri börnin með henni. Og dæturnar okkar 3, þær eru allar mæður og af því að þær gerðu mig þá leið að afa. Og það allt þeim að kenna að ég afi. En það má líka segja, það mér til blessunar að þær komu með börn. Og ég hef séð og upplifað sjálfur og reynt að þetta blessun lífsins að við mögum eiga hlutdeild í því að það heldur áfram. Ég bara gamall maður en börnin eldast og svo koma þau með barnabörn og nú ég svo stattur að ég get alveg hyglu sungið ég langömmu á og sem lettir í lund. Hún nefnilega orðin langamma en og hún meiri en það og þetta allt vegna þess að tíminn hann vinnur með okkur og mæður gleðjist yfir því að þið eru útvaldar fyrir börnin ykkar. Og það svo ótrúlegt hvað í raun og veru lífið merkilegt. Ég þekki konu sem læknir, hún ráðlagði ungum konum, þeim sem eru á besta aldri, fæðiði börnin með þið eruð á besta aldri. Því að þetta skeið, þar sem að konan getur orðið móðir, það líður undir lok. Konan alla sína ævi getur ekki orðið móðir. Það ákveðin breyting sem verður þar á. Og þetta skipulag í náttúrunni eða skipulag í okkur sjálfum. Og það svolítið athyglisvert að við getum alveg hygglust lært af þessu og sagt, nú tími til þess að vera móðir. Nú tími til þess að ég hætti að reyna að vera móðir því að ég komin langt yfir aldurinn. Og það svo athyglisvert að við getum notið lífsins á öllum sviðum. Og með þessum orðum vil ég óska mæðrunum til hamingju með þennan dag. Því að þetta Guðs gjöf að geta orðið móðir. Og athugið það að ein frægasta móðir veraldar, það náttúrulega María, móðir Jesú Krist. Við vitum það að Guð útvaldi hana til þess að fæða okkur þann Jesú, þann son sem frelsar mannin af allri synd. Og það ekki ónýtt hlutverk. Katólíkarnir meiri segja þeir hafa gert hana að samfrelsingja, en hún náttúrulega alls ekki fyrir stöðu, því það bara einn frelsari, það Jesús Kristur, en við megum samt þakka Guði fyrir að María var valin til þess að koma með Jesú inn í þennan heim. Auðvitað hefði Guð geta valið ykkur aðra, en þetta kom svona út vegna þess að Guð, hann stóð þar að baki. Og svo athyglisvert að Guð, hann lét menn vita, löngu áður en Jesús fæddist,
þá fengu menn að vita minna sem son mun ala. Jesaja talar þetta, þetta er í spádómsbók Jesaja og við sjáum að Guð var búinn að áætla þetta í það minnsta 600 árum fyrir fæðingu Jesú Krists. Og hvað annað er að finna í Biblíunni sem að Guð er búinn að setja inn vegna þess að það er áætlun hans, það sem er að gerast hjá okkur. Og ég ætla að fá að nefna þér eina aðra áætlun sem er í Guði, sem er í Biblíunni og Guð hefur lagt til okkar. Það er í Amos spádómsbók og í 7. kapitúla og 3. versi þá er talað það að Guð, hann gerir ekkert öðru sinna lætur spámenn sína vita. Þannig að það eru boðberar sem fá að vita hvað Guð ætlar að gera. Í dag langar mig til þess að flytja þér þá ræðu og koma með það orð sem ég trúi að sé Guðs opinberun til mín svo þú megir vita hvað Guð ætlar að segja. Ég veit ekki hvort að þú líti þannig á mig að ég sé ekki hrokagikkur og ég haldi að ég heyri en ekki þú. Nei, ég er ekkert inn á því. Ég er inn á því að Guð, hann lætur okkur öll vita. En við svona í smæð okkar og veikleika, við eigum það kannski til að svona hopa og hugsa okkur sem svo, já, ég er ekki alveg viss að þetta sé svona og ég er ekki alveg viss að ég upplifi þetta rétt. En ég ætla að fá að fara með ykkur, í stað að stoppa í Amos bók, 3. kapitúla og 7. versi, þá ætla ég að fara með ykkur núna í 1. Korinthubréf, 10. kapitúla. Og þar er Páll postuli með afskaplega merkilegt orð til okkar og ég held þetta orð sé orð akkurat fyrir daginn í dag. Það er orð til þín og mín. Og hvers vegna er ég að segja þetta? Jú, ég held að sé mjög hollt fyrir okkur kristna menn að setja okkur inn í og læra svolítið á kristna kenningu vegna þess að það sem að okkur er boðað er ekki bara gamall 2000 ára gamall boðskapur. Þetta er lifandi orð sem rís upp og er lifandi núna í okkar tíð. Og þá skulum við byrja á því að lesa 10. kapitúlan og þá fer Páll postuli með okkur í söguna af Móse þegar hann fór út af Egyptalandi. Og þá sjáum við hvernig samhengi kemur í sögunni, hann kemur með alla söguna til okkar og lætur okkur vita að Guð, hann vinnur eins í dag. Og sjáu þetta, nú skulum við lesa saman. Ég vil ekki bræður að yður sé ókunnugt það að feður yðar voru allir undir skýinu og fóru allir yfir hafið. Allir voru skýrðir til Móse í skýinu og hafinu. Og takk eftir, þetta er mjög athyglisvert. Hér er nefnt niðurdýfing eða skýrð. Og við segjum þetta hérna á íslensku að þeir voru skýrðir til Móse. Forsetningin sem að Grikkir nota eða Páll notar í grískunni, hún er eiginlega allir voru skýrðir inn í Móse. Og það er svolítið athyglisvert að þeir fengu skýrð inn í Móse og það voru í það minnsta 2 milljónir manna sem voru með Móse og fóru í gegnum Rauðahafið. Og af því að hafið klofnaði og það klofnaði bara vegna þess að Guð greip inn í, Móse var með stafinn og sló aðeins í hafið og þá gerðist undrið auðvitað Guð sá afganginn og líðurinn gekk yfir. Og þetta er skýrnin sem var þarna inn í Móse. Ef þeir hefði ekki farið þessa leið, ef þeir ekki hlýtt Móse, þá hefði náttúrulega verið herteknir af Faraó. En leyndarmáli var það að Guð var að bjarga þeim frá Faraó, frá þrælahúsinu, frá þrælahöfðingjanum. Og þá þurftu þeir að vera skýrðir inn í Móse og fengu þar undir hlutdeildina í að vera hluttakar í dýrð drottins. Svo höldum við áfram. Allir neyttu hinnar sömu andlegu fæðu. Allir drukku hinn sama andlega drykk. Þeir drukku af hinum andlega kletti sem fylgdi þeim. Kletturinn var Kristur. Og þetta er svolítið athyglisverð kenning
að Jesús Kristur, hann var á leiðinni með Ísraels mönnum úr Egyptalandi í gegnum eyðimörkina, en gyðingarnir sáu það ekki. Og við erum oft á tíðum sem kristnir einstaklingar á sömu vegferð. Við erum stödd á þeim stað að Kristur er með okkur, en við bara tökum það eftir því. Og augu okkar eru blind og við spyrjum, hvað er Jesús núna? Það er eitt og annað sem mætir okkur í lífinu. Það eru þjáningar og sjúkdómar og erfiðleikar og þetta er alls konar mál. Þetta er alveg eins og með mæðurnar sem eiga litlu börnin. Litlu börnin er ekki bara litlu krúttin sem að hægt er að svæfa og gefa brjóst og svo læka þau bara sér í friði. Nei, þau þurfa allt sitt, vitið. Það er bleian og það er gráturinn og eiga nefninda, og það er svolítið amstur í kringum litla barnið, alveg eins og barn Guðs. Það er amstur í kringum okkur. Það er eitt og annað sem er í gangi og við þurfum að næra okkur og klæða og við þurfum að hreinsa og við þurfum að vera klár í lífsgönguna vegna þess að þannig hefur Guð útbúið veröldina. Og Ísraelsmenn, þeir voru með Krist með sér í gegnum Rauðahafið. Og mér finnst það mjög athyglisverður þáttur þegar við lesum aðeins áfram. En Kristurinn, kletturinn, hann fylgdi þeim. Og svo kemur 5. versið, en samt hafði Guð enga velþóknun á flestum. Af hverju var það? Að vera í Kristi, vera skýrður í Móse, sjá undrin, sjá táknin. Af hverju hafði Guð enga velþóknun á flestum þeirra og þeir féllu í eyðimörkinni. Þetta er sorgarsagan sem fylgir oft kristnu trúnni. Við erum að boða mönnum að við erum með Krist, við eigum Krist sem veginn okkar, en við klikkum svo ofta á leiðinni. Við erum svo oft, okkur verður svo ofta á. Og það er vegna þess að við dæmum kannski meira eftir vankunnáttu okkar heldur en nokkuð tíman eftir þekkingunni á Guði. Og ég ætla að biðja ykkur að athuga það með þennan kafla að Páll postuli, hann er að skrifa þennan kafla til þess að við lærum af þessari frásögn. Látum þetta ekki fram hjá okkur fara. Og sjáu hvernig Páll segir í 7. versinu. Þessi hlutir hafa gjörst sem fyrirboðar fyrir oss, til þess að við verðum ekki sólgnir í það sem illt er, eins og þeir urðu sólgnir í það. Þetta fyrirboði, þetta er frábært orð, mjög góð túlkun á gríska orðinu túpos. Og það er akkurat fyrirboði, þetta er eins og innsigli, þetta er atburðurinn sem að Guð kom með og við eigum að þekkja hann vegna þess að Guð er að leggja okkur til stuðning. Og þá megum við segja, ef að Guð leggur til okkar þennan fyrirboða, er ekki vert þá hjá okkur að gæta hans? Er þá ekki vert þess að við skoðum? Er ekki þá alveg þess virði að við látum heyra, við látum lesa og við tökum orðið og látum það einmitt hljóma hjá okkur. Og þá segir hann til þess að við verðum ekki sólgnir í það sem illt er eins og þeir urðu sólgnir í það. Og þetta fólk sem fór og var skýrt inn í Móse, kemur út úr eyðimörkinni, út úr þrælahúsinu, fer í gegnum Rauðahafið, hafið klofnaði, her fara og struknar og hann eyðist, og hvað gerði fólkið eftir á? Jó, það sem það kunni, það bjó til skurðgoð. Það bjó til gullkálfinn. Hvar var Guð almáttugur þá? Hvar var hönd Guðs þá í verki? Og það er það sem er svo athyglisvert með okkur mennina, við eigum svo ótrúlega auðvelt með að eins og skilja ekki að Guð ætlast til að við lærum af reynslunni, við treystum honum, við leifum honum fá heiðurinn og dýrðina. Og nú ætlum ég aðeins að lesa áfram í þessum frábæra texta sem Páll er að kenna okkur, og hann segir í 7. versinu, verðið ekki skurðgoðdýrkendur. Það er fyrsta boðorðið. Látum Guð almáttugan ráða. Gerist ekki skurðgoðdýrkendur. Og það er svolítið athyglisvert að þetta atriði að vera skurðgoðdýrkandi,
Það náttúrulega hluti af því sem við sjáum að vill einkenna okkar mannlíf. Við verðum oft á tíðum, köllum við það, við verðum jafnvel eins og dellukallar. Og sjáum við bara hvað gerist hjá okkur ef við förum í golfið. Hvað tekur við? Við verðum svo sólgin í golfið. Eða fótboltan, má ég nefna þessar íþróttir, hvað má ég snerta eða tala til þess að við móðgumst ekki. Það einmitt þessir þættir sem að við eigum svo auðvelt með að falla í. Það eitthvað sem grípur hug okkar og hjarta. Og það vita menn mjög vel að til dæmis vald peningana, það svo mikið ríkjandi afl á meðal okkar að sá sem að hyggur á peningana, hann eiginlega leyfir sér allt. Hann fer út yfir öll mörk. Hann kemst aldrei að þeirri niðurstöðu, nú á ég nóg. Nú á ég fulla hlöður, sála mín, et og drekk og ver glöð, því að nú á ég auðæfi til margra ára. Menn sem eiga auðæfi til margra ára, þeir þurfa bara að píla meira. Bara aðeins meira. Heyrðu, ég ætla að taka þátt í lottónu næst vegna þess að það verður kannski aðeins meiri vinningur, aðeins stærra. Og við erum að sjá að við erum bundið við það að þurfa alltaf aðeins meira. Þetta eðli mannsins. Ágindin svona gríðarlega sterkt afl á meðal okkar. Þetta tók Ísraelsmenn. Þeir sem voru skírðir til Móse, þeir höfðu ekki sigur yfir þessu. Og ég ætla aðeins að nefna þetta við ykkur sem að mér finnst líka mjög athyglisvert. Verði ekki skurðgóð dýrkendur. Þetta fyrsta atriðið sem að hann nefnir við okkur, svo heldur hann áfram. Ritað líðunni settist niður til að eta og drekka og þeir stóðu upp til að leika. Við viljum mjög gjarnan hafa lífið okkar svoleiðis að bara leikur einn og gaman og skemmtilegt. Næsta atriði sem Páll nefnir við okkur. Drýjum ekki heldur hórdóm. Drýjum ekki heldur hórdóm. Eins og nokkrir þeirra drýgðu hórdóm og 23.000 eða 24.000 féllu á einum degi. Var þetta svona alvarlegt? Þessi hórdómur sem hérna vísa til, hann var tvenns konar með okkar skilningi. Hann var fyrsta lagi þannig að menn fóru að eiga við konu annarra manna, ekki sínar eigin konur. Þeir virtu ekki lengur móðurhlutverkið, þeir fóru eftir sín eigin gind. Og hvers vegna var það? Jú, það var vegna þess að þeir fóru að dýrka guð sem hét Baal Peor. Og þeir fóru innmitt út í skurðgoðadýrkunina, þeir fóru að dýrka hjáguð sem að leiddi yfir þá framhjáhaldið og hórdóminn, svo hórdóminn var tvennskonar, bæði að dýrka skurðgoð og að falla fyrir öðrum konum. Þetta var veikleiki mannana. Og Páll að nefna þetta við okkur, þurfum við á þessu að halda. Svo kennir hann svolítið meira, í 9. versinu segir hann, freistum ekki heldur drottins. Eins og nokkrir þeirra freistuðu hans, þeir biðu bana af höggormum. Jesús Kristus kennir okkur í faðirvorinu þegar hann segir við okkur, eigi leið þú oss í freistni, eða leið þú okkur ekki í freistni. Þetta hluti af bæninni, heldur frelsa oss frá öllu illu. Og þá sjáum við að freistnin og freistni vandinn þegar til staðar í lífi okkar. Það svo margt sem kemur upp í okkar lífi að við viljum gjarnan fá að freista Guðs. Má ekki aðeins prófa, má ekki aðeins reyna. Það svo gaman að þessu og hinu og við leyfum okkur svona í frelsinu okkar að fara út í þá hluti sem við hefðum betur aldrei snert. Páll vissi hvað hann var að skrifa Og mér hugsað til þess líka þegar við erum að fara inn í þessa sögu, fólkið sem að Páll hefur hér til fyrirmyndar og að skrifa það hafði allt séð ein stærstu undur sem til eru í sögu Biblíunnar. Það hafði orðið vitni að öllum 10 plágunum sem að gengu yfir Egyptaland. Og hvað lærðu þau? Þetta fólk var vitni að því þegar þau hrópu til Guðs vegna að her Faraós var að koma og hafið klofnaði og þau gengu þurrum fótum yfir Rauðahafið
og eina björgunin sem hægt var að fá kom ofan frá og hvað lærði fólkið? Það voru allir tilbúnir með sínar eigin kendir og tilfinningar. Það var erfiðara fyrir Guð að fá Egyptaland út úr fólkinu heldur en að fá fólkið út úr Egyptalandi. Og hvað gerist ekki oft með okkur sem höfum gengið ákveðna syndaleið? Við höfum farið veg syndarinnar og leyft okkur að ganga ákveðna syndaleið. Að það er erfiðara fyrir Guð að ná því út úr okkur heldur en að fá okkur inn á Guðs veg. Guðs vegur, hann á að vera upp á við og þú ert að nálgast Guð meir í dag en í gær. Og getum við sagt amen við því? Þetta er alltaf samskonar eðli sem að Guð er að leggja til okkar. Ég ætla að fara með ykkur inn í 10. versið. Þeir sem freistuðu drottins, þeir biðu bana af höggormum. Og mjög athyglisvert í munið eftir sögunni af höggormunum í eyðimörkinni. Þetta var hluta af því sem var vandamál kristninnar, menn þeir léku sér að syndinni og syndin beit á. 10. versi segir, möglið ekki heldur, eins og nokkri þeirra mögluðu, þeir fórust fyrir eyðandanum. Og þá erum við komin að þessu með okkur sjálf. Hversu oft erum við ekki möglandi, kvartandi og kveinandi. Ísraelsmenn, þeir féllu innmitt fyrir þessu, að mögla. Í stað þess að gera þakkir í öllum hlutum, kannast við það? Við erum predikað þetta, gerið þakkir í öllum hlutum, ekki mögla. Hvenær veistu hvenær Guð gerir sér dýrlegan í þínu lífi? Það er einmitt þegar þú hættir að mögla, kvart og kveina og þú treystir á það að hönd Guðs er með þér í verki. Og þegar hönd Guðs er með þér í verki, þá veistu að það er aldrei til betri vitnisburður en það þegar Guð umbreytti kringumstæðum. Möglum ekki, göngum fram í því að gera vilja Guðs. Hvað var þetta fólk að kvarta í eyðimörkinni? Af hverju vildi fólkið fá öðruvísi mat og öðruvísi þetta og öðruvísi hitt? Og það var í raun og veru ekkert annað heldur en að setja sig upp í gegn Guðs tilskipun og í gegn Móse. Það voru nokkur sem mögluðu, þeir fórust fyrir eyðandanum. Og eyðandinn, það er fylgifiskurinn sem að kemur inn í þegar við förum að ganga gegn því sem Guð hefur ætlað okkur. Það er dauðinn. Og svo kemur þetta versið sem á erindi til okkar og ég ætla að dvelja svolítið við það. Allt þetta kom yfir þá sem fyrirboði, túpos, dæmigert. Allt þetta kom yfir þá sem fyrirboði og það er ritað til viðvörunar oss sem endir aldanna er komin yfir. Hvað þýðir það? Eru við virkilega sú kynslóð sem eigum þetta orð vegna þess að endir aldanna er komin yfir okkur? Getur það virkilega verið svo hjá okkur að við erum að sjá að miðað við fréttir samtímans og eitt og annað sem er að gerast hjá okkur að við lifum á síðustu tímum og endir aldanna er komin að? Og við erum svo kynslóð sem fáum að njóta þeirra forréttinda að læra af mistökum Ísraelsmanna, gera ekki það sem þeir gerðu vegna þess að nú er tími til komin að við undirbúum hug okkar og hjarta til þess að taka þátt í því sem frá Guði er komið. Og okkur segi endir aldanna. Hluti af endi aldanna er meðal annars fólginn í því að Ísraelsmenn eru komnir heim. Það er ekki nema 104 ár síðan að gyðingunum var gefið landið sem heitir Ísrael og Transjordania. Það kom upp bara fyrir 104 árum að Bretar voru búin að vinna landið undan Tyrkjaveldi og þeir gáfu gyðingunum landið. Það voru ekki allir sátti við það. Jórdanir og Araparíkin, þeir fóru í stríð gegn þeim og þeir stálu landinu frá þeim. Nú erum við að heyra að það eru heilu samtökin hér á Íslandi sem berjast fyrir því að Palestínumenn fái landið sem gyðingar stálu frá Aröpunum. En það var aldrei gyðingarnir sem stálu því landi frá þeim.
Það voru arabarnir sem tóku landið sem gyðingum var gefið. Og þannig verið að snúa málum þannig fyrir okkur að við sjáum gyðingana sem ránsmenn en að þetta sé ekki Guðs tilskipun. Og þetta mjög athyglisverður þáttur að endir aldana sem komin til okkar, hann fólginn í því að við vitum og sjáum að undur tímans, tákn tímans það að gyðingarnir eru komnir heim og þeir eru búin að byggja upp landi. Ég farið þetta nokkru sinnum. Og hvað núna að gerast í dag? Heilmikla fréttir. Heyrðu þið fréttirnar í gær? Varðandi musturishæðina. Heyrðu þið hvað að gerast? Heyrðu þið hvernig arabarnir eru að berja á gyðingum og það vegna þess að það ákveðin pólitík þarna í gangi. Þeir viðurkenna allir, það svolítið athyglisvert, hafa viðtal við talsmann araba. Hann sagði, Jerúsalem, hún borg 3 trúarbragða, mikilvægur helgistaður og helgidómur. Hún mikilvæg fyrir gyðinga, mikilvæg fyrir kristna og mikilvæg fyrir múslima. Og þess vegna svo mikilvægt fyrir okkur múslima að fá að biðja á musturishæðinni. Hinir þeir fá ekki að koma að. Og þá spurði fréttamaðurinn, nokkuð mál fyrir þá hina fyrst að þetta svona mikilvæg borg að fara líka upp á musturishæðina og biðja? Nei, það þarf að vera fríður í borginni. Og friðurinn fólginn í því, ég held mínu og þú færð ekki neitt. Og þetta akkurat dæmið það sem við sjáum að gerast í borg friðarins. Það alltaf ykkur ófriður í gangi vegna þess að tími endalokana að nálgast. Ertu tilbúin? Má ég halda aðeins áfram með tíma endalokana? Það hefur aldrei fyrir en á okkar tíma, bara í árunni fyrra. Þá gáfu Ísraelsmenn út pening sem var hvatning til Bandaríkjaforseta að hjálpa þeim að fara af stað og byggja musteri á musturishæðinni. Þetta hefur ekki gerst hjá gyðingum frá því 70 eftir Krist. Og telliði nú, 2020 frá 70. Þannig að við erum að tala hartnær 2000 ár. Þetta í fyrsta skipti sem gyðingar eiga þá von að þeir megi byggja musteri á hæðinni. Og hvers vegna það mikilvægt? Komdu með mér inn í það orð sem Páll postuli tengir saman við okkar síðustu tíma. Það fara með því inn í fyrra Þessalónikubréf. Og þetta mér finnst alltaf mjög athyglisvert. Hann einmitt kemur að þessu stórkostlega máli. Ég ætla að byrja því að fara kannski inn í seinna Þessalónikubréfið, 2. kapitula, og það talað dóm í vændum. Hér Páll að nefna við okkur hverju við megum búast við. Og þá sjáu þið, ég ætla að segja bara, lesum frá fyrsta versinu í síðara Þessalónikubréfi 2, en að það snertir komu Drottins vors Jesú Krist, og það að við söfnumst til hans, biðjum við yður bræður að þið séð ekki fljótir til að komast í uppnám eða láta hræða yður. Hvorki að nokkrum andan við orðið að bréf sem væri það frá oss, eins og dagur Drottins væri þegar fyrir höndum. Látið engan villa yður á nokkurn hátt, því að ekki kemur dagurinn nema fráhvarfið komi fyrst, og maður syndarinnar birtist. Hann sonur glötunarinnar, sjáu þið. Og hér verið að kynna fyrir okkur persónu sem mun stíga fram á sviðið. Og við getum spurt, það á okkar tíma? Getur verið að við til dæmis séum að upplifa fráhvarfstíma? Hafið tekið eftir því hvert kirkjurnar eru að fara? Hafið þið séð hvernig vaxandi réttindi þessa samkynhneigðra transfólks og hvað við að kalla þetta? Það veit enginn lengur hvað hann í dag. Þetta á allt saman að vera endurgerðir menn. Þetta andavald. Og við erum að tala að þetta fráhvarfið, dæmið síðustu tíma. Við erum komin að þeim tíma sem endir aldana komin að. Og haldið virkilega að Páll postuli hafi verið að sleppa okkur frá þessari þekkingu. Við fáum að njóta sömu réttinda og Amos spámaður talar
að okkur opinberað hvað að verða til þess að við megum vera tilbúin. Möglum ekki, kvörtum ekki, föllum ekki í skurðgoða dýrkun. Treystum því að Guð með þér og Guð ætlar að leiða þig inn í sína dýrð. Það svo stutt eftir. Taktu eftir því sem að andi Guðs að leiða þig, hann leiði þig samkvæmt orðinu. Amen. Og lesum aðeins áfram. Ég ætla að fara í síður á Þessalóníkubréfi. Nú komum við að þessu. Það fráhvarfið, það maður syndarinnar, hann sonur glötunarinnar sem setur sig á móti Guði og rís gegn öllu því sem kallast Guð eða helgur dómur. Hann sest í musteri Guðs og gjörur sjálfa sig að Guði. Og hér við komin að punktinum. Í hvaða musteri getur hann sest í dag? Það ekkert musteri Guðs í Jerúsalem í dag. Það ekkert musteri Guðs hjá gyðingum í dag. En þessi antikristur, hann ætlar að gera það að setjast þar í það musteri. Það ekki búið að byggja það. Og þess vegna segi ég, það komin tími til að gyðingar byggja musterið. Og ég vil líka nefna við ykkur kæru vinir að ástæðan fyrir því að þessar fréttir á meðal okkar í dag einmitt að það verið að komin að þeim tíma að þetta allt saman að rísa upp. Við að sjá hönd Guðs með okkur í verki, við að sjá hönd Guðs komin af þann tíma og Guð að undirbúa þig og mig. Takk tímana, fyrirboði aldanna, það komið til okkar. Má ég halda aðeins áfram? Ég ætla ekki að drepa ykkur alveg með þessu öllu, en ég ætla að nefna eitt í viðbót við ykkur sem að ég held að eigi erindi. Og þetta fara með ykkur bara inn í fyrra Þessalóníkubréfi sem ég lofaði ykkur áðan. Það 4. kapítuli, þegar endurkoma Drottins nefnd. Og það gleði boðskapurinn sem við eigum sannarlega í vændum og yfir okkur og með okkur. Ekki viljum við bræður láta þið vera ókunnugt þá sem sofnaðir til þess að þér séuð ekki hryggir eins og hinir sem ekki hafa von. Því að ef við trúum því að Jesús dáinn og upprisinn, þá mun Guð fyrir Jesú leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir Og hér við komin að mesta atburði okkar mannkyns sögu sem framundan þegar kirkjugarðarnir tæmast. Þegar afarnir og mömmurnar og ömmurnar og allir þeir sem gengið hafa á veginn á undan okkur og hafa dáið í trú, þeir munu í gröfunum heyra Guðs orðið. Rís þú upp, kom þú út. Og þá munu grafirnar skila þeim dauðu og hinni dauðu munu verða á meðal okkar, ekki sem dauðir eða afturgöngur, heldur sem upprisnir einstaklingar. Kristur gerir sér dýrlegan. Og hvernig stendur á þessu? Jú, ég trúi því að ég megi segja það, þetta nákvæmlega sama og sagtir í Rómarbréfinu 6. Þeir létu niðurdýfast inn í Krist. Þeir létu niðurdýfast inn í Jesúm Krist. Og þess vegna fá þeir hlutdeild í dauða hans og upprisu. Amen. Þetta kristni boðskapurinn sem að söfnuðunum falið að koma með. Og hversu langt í þetta að við fáum að sjá kirkjugarðana tæmast? Ég held að séu bara nokkrir klukkutímar. Það getur verið nokkrir dagar, það getur verið nokkrar vikur, nokkrir mánuðir, nokkur ár. Ég veit ekki tíman, en ég held að þetta sé mjög stuttur tími framöndan. Má ég segja 7 ár? Við getum alveg sagt 7 ár, ég get ekkert endilega staðið við það. Ég ætla bara að nefna þetta við ykkur til þess að við sjáum að ég álít þetta að vera afar stutt tímabil. Þetta að bresta á. Hvað voru Ísraelsmenn lengi að ganga yfir Rauðahafið? Þeir voru skýrðir til Móse. Tók þetta heila viku? Nei, þetta tók ekki nema nóttina. Þannig það sem Guð gerði þá, það tók afar skamman tíma. Og það sem við að tala núna og við að sjá gerast í atburðum veraldarinnar, þetta tekur allt mjög skamman tíma, en þetta endir aldanna sem komin til okkar. Og bara til þess að tína þetta aðeins saman. Við sjáum ófriðinn sem að byggjast upp fyrir botni Miðjarðarhafs. Hafið tekið eftir því hvernig Tyrkir að fara að?
Rússar, Ísraelsmenn, Sýrland allt í ófriði? Hafið tekið eftir að Líbanon hrunið? Hafið þið heyrt hvað að gerast í Arabaríkjunum allt í kringum Ísrael? Það allt í rúst. Á hverju það? Þetta nákvæmlega eins og Jóel spámaður talaði yrði. Þetta einkenni á síðasta tíma. Og hvað, nú heyrum við að Bandaríkjamenn, þeir ætla nú að draga herlið sitt tilbaka, ráða þeir því. Ráða þeir eitthvað gangi mála, fylgist þið bara með. Ég segi bara við ykkur eins og alla hína, hafið þið eyru og augu opin, felið ykkur í Guðs hendi og biðið drottinum að venda ykkur og varðveita. Skýrið ykkur, látið þið niðurdýfast inn til drottins Jesú Krists í nafni Föður, Sonar og Heilags Anda og verið örugg að við erum í hendi Guðs þegar þessi atburðir gerast. Ég ætla líka að nefna við ykkur að við sjáum til dæmis þetta með eitt sem mjög athyglisvert í okkar tíma, það eru falsfréttirnar. Ég sá það daginn að menn voru að tala að það var háskóli í Frakklandi sem að kenna nemendum að sortera á milli. Hvað fals og hvað rétt? Og það komið svo mikið af falsfréttum í fréttaflutning fjölmiðlana að þeir eiginlega viti ekki sitt rjúkandi ráð. Og má ég bara nefna ykkur atriði. Það verið að tala til dæmis bólusetningarnar. Flestir inn á því allar þessar bólusetningar sem við erum að fara í og eigum að taka þátt í, það eru öruggar. Nú heyrði ég á leiðinni hingað, það var frétt í klukkan 10, að þá voru að tala að veiran í Indlandi, hún orðin svo skaðvænleg að þeir efist að bólusetningar efnin dugi á hana. Hvað er rétt og hvað er rangt? Hvað stöndum við með svona falsfréttir? Og það er alls konar falsfréttir í gangi sem að við vitum ekki alveg hvernig við höfum bregðast við. Verstu falsfréttirnar, þær eru til dæmis í gegnum Háskóla Íslands. Hvað eru mörg kyn á Íslandi? Við erum vön því að í íslenskunni þá bara til karlkyn og kvenkyn. Nú er verið að tala fleiri 100 kyn og þú getur skipt kyn á margótt á hverju einasta degi. Og menn vita ekki sitt rjúkandi ráð hvað á að gera. Það verið að tala jafnvel að breyta kvennaklefum sundlaugana þannig að við kallarnir megum allir koma þarna inn að því við bara breytum kyn allt í einu. Sjáum við falsfréttirnar sem háskólinn ræður ekki við. Hvert erum við komin? Þetta meðal annars lygi andinn sem komin í samtíma okkar. Og takk eftir, þetta allt saman gegn því að Guð, hann faðir okkar á himnum. Ef við farið í það, hafið við tekið eftir þrýstingi kvenna að tala gegn feðraveldinu. Það versta veldi sem til í okkar veröld. Það feðraveldið. Það eru stórir pólitískir flokkar sem berjast fyrir því að feðraveldið nái ykkur í flugi. Það þarf að brjóta þetta allt saman niður. Og hverjar eru helst í því? Jú, það eru konur. Og svo verið að búa til jafnrétti. Og svo þegar Vinstri græni bjuggu til lista hérna á Suðurnesjum og þá í þremur efstu sætunum voru konur. Hvað var með jafnréttið? Jú, það allt í lagi. Það vel sjálfsagt að hafa það konur. Ef þetta eru kallar, þá þyrfti að breyta því. Sjáu þið hvernig falsfréttirnar eru farnar að hertaka og það eru farnar að eyðileggja þetta eðlilega mál. Við karlar eru sköpuð sem karlar og með karlkyn. Konurnar skapaðar sem konur, þær verða mæður og við erum sköpuð í Guðs mynd. Hvernig væri að kirkjan berði þetta bara á borð, bæri þetta á borð og væri bara með þetta á hreinu, við erum karl af því við erum sköpuð í Guðs mynd. Þið eru konur af því þið eru skapaðar í manns mynd. Það það sem Biblían að segja við okkur. Að síðustu, þá ætlum ég nú bara að fá að taka þetta hérna orð og benda ykkur á það sem í Hebreabréfinu og mér afar kært. Það síðasta orðið sem ég með. Ég ætla að fara með ykkur í Hebreabréfi 10:22 og það verða mín loka orð í dag og tengjast öllum þessum dásamlega boðskap sem Páll postuli kom með. Þannig hann og Hebreabréfið, þeir eru sammála eitt.
og það er 10:22. Það fara með ykkur 19. Við megum nú bræður fyrir Jesú blóð með djörfung ganga inn í heilaga, þangað sem hann vígði oss veginn, nýjan veg og lifandi inn í gegnum fortjaldið, þar að segja líkama sinn. Við höfum mikinn prest yfir húsi Guðs. Látum oss því ganga fram fyrir Guð með einlægum hjörtum, í örugur trúartrausti, með hjörtum sem hreinsu hafa verið og eru laus við meðvitund synd og með líkömum sem laugaðir hafa verið í hreinu vatni. Höldum fast við játningu vonar vorrar. Komin tími á þetta? Ég tel að við séum akkurat komin að þessum tíma. Drottinn, hann að vekja okkur upp til þess að við séum hluttakar í hans innsta eðli. Nú ætla ég að bjóða ykkur að standa upp. Ég ætla að enda mín orð með því að biðja með ykkur og biðja Drottins blessunar yfir ykkur. Og takk Jesús Kristur. Við mögum lyfta höndum okkar upp til þess að vegsama þig og leyfa þínu orði með táknum og undrum ráða hjá okkur og stýra okkur og hjálpa okkur til þess elskaði Herra að við mögum vera undir blóði þínu, undir vilja þínum Drottinn minn. Við gerum vilja þín og við verum hluttakar í þeim tíma sem nú kemur að gera þitt dýrlegan. Takk fyrir þá von sem þú leggur til okkar. Og takk elskaði Herra að við mögum sjá að orð þitt rætist hjá okkur. Gerð okkur að sonum þínum, drengjum, stúlkum, gerð okkur að einstaklingum sem treystum þínu heilaga orði og berum þér góðan ávöxt. Í Jesú nafni. Amen. Herri, amen. Drottinn Jesús Kristur blessi ykkur ríkulega. Gjörið þið svo vel. Nú framhaldið ykkar. Það bara svo undursamlegt að eiga Jesú í gegnum allt. Þegar þessi tímar að koma, að vita það að Jesús, hann með okkur. Halleluja. Við okkar að syngja bara, við syngjum á lokum, Jesús ég nefni nafnið þitt. Mín hvatning til okkar sem í raun og veru sama hvatning og Jesús gaf okkur þegar þessi tímar renna upp, að vera stöðug í bæninni. Vegna þess að þá erum við stöðug í samfélaginu við hann. Og það ekkert sem yndislegra heldur en að vera í samfélaginu við hann. Jesús ég nefni nafnið þitt. Nálgast þú og blessa lífið mitt. Þú læknar sérhver sár og þennan sorgartár. Jesús ég nefni nafnið þitt. Jesús ég nefni nafnið þitt. Jesús nálgast þú og blessa lífið mitt. Og þú læknar sérhver sár og þennan sorgartár. Jesús ég nefni nafnið þitt. Þú læknar sérhver sár og þeirra sorgartár. Jesús ég nefni nafnið þitt. Jesús ég nefni nafnið þitt.
og munum að vegsama drottin alla tíma. Ætíð sé lof hans mér í munni. Halleluja. Takk Jesús. Þessum orðum kveðjum við hérna frá Hvítasunnu-kirkjunni og biðjum Guð að blessa ykkur vikuna sem framundan og enn og aftur mæður til hamingju með daginn. Amen.